Já, núna. Hæ, ég heiti Anna Sigurðardóttir og verkefnisstjóri hjá Fossátrúnum og allan daginn útinn að vinna í ferðaþjónustu, þar meðal hótelgeiranum. Og ég flutti á Skaganum í ágúst og keypti mér hús í Víðigrundinni. Finnst það alveg hrikalega skemmtilegt, en ég er búin að læra mikið á þessum stutta tíma sem ég er búin að vera hérna. Eitt af því sem ég er búin að læra er að það býr enginn fyrir neðan Hringtorg. Ég veit ekki hvað það þýðir. Ég er líka búin að heyra að það er alltaf gott veður á Skaganum. Ég er ekki alveg búin að upplifa það ennþá. Ég býð spennt. Annað sem ég er líka búin að upplifa er að bestu fótboltamennirnir eru hérna. Og svo finnst mér alltaf jafn skemmtilegt. Mér vantaði rafvirkja daginn og maðurinn minn sem er Skagamaður hringdi eitt símtal og allt á hann vissi að var alltaf kominn rafvirkja heim til mín. Og ég alveg, hæ? Hann leik, maðurinn hringdi. Ég alveg, er maðurinn minn ekki á sjó? Hann leik, jú, en hann hringdi. Ég alveg, ok, gaman að sjá þig. Þannig ég er alltaf að upplifa svona hvað þetta er vinalegt og ég er með barn í leikskóla hérna, þannig að ég er sammála því að það er frábær leikskóla hérna. Þannig að þetta er svona, ég er að koma til sem aðfluttur, hvað maður segir, hvað vil ég kalla mig? AA eða, ég var alltaf að kalla það þegar ég bjó fyrir austan, eða Húsavík. En fyrir mér að keyra í gegnum bæinn og er alltaf í ferðaþjónustu, alla daga, þá er þvílík tækifæri. Ég var að hlusta á Ásbjörninn áðan og ég ætla að skora hérna á Ásbjörn Special Tools að koma með hvalaskoðun upp á Skaga, hér með, bara fyrir framann ykkur. En það er yndislegt að sjá hvað er mikið mögulega. Við erum með byggðasafn, það er hérna bíóhöllin, ég fór í bíó daginn, mér finnst það sjúklega gaman að geta verið á bíó og sett á Facebook alveg, ég er í bíó Akranesi, vinkonum mín þú lýgur. Mér finnst það sjúklega fyndið. En hérna, við erum í Langasand, ég er búin að keyra í gegnum hérna allt og skoða, en það sem mitt er ef við ætlum að byrja ferðaþjónustu, það þarf, eins og Ásbjörn sagði það réttilega, það þarf að vera ákveðin ímynd sem við ætlum að fylgja. Og það þarf að vera markmið og það þarf að vera stefna af þessu markmiði. Ætlum við að vera sjábærinn, ætlum við að fara sömu leið á Húsavík, fara í hvalaskoðun, fuglaskoðun, náttúruna, ætlum við að fara í fótboltabæinn. En það sem við þurfum öll að gera er að þegar við byrjum á einhverju, það er að fólk getur gengið af því sem vísu. Það þýðir ekki að loka eftir mánuð vegna þess að það gekk ekki. Þá kemur enginn. Og það er sama á hóteli. Ég hef heyrt að það eru fullt af ævintýramönnum búin að opna hérna hótel eða ætla að opna sér hótel. Það þarf að ganga. Og það er alltaf sagt um mig, já það verður að koma hótel á Akranesi fyrst, svo getum við byrjað að ferðaþjónustuna. Ég er ekki alveg saman með því. Við þurfum líka stundum að standa upp og eins og ég fekk þvílíkan innblástu þegar ég heyrði Evu tala áðan. Ég alveg, það eru tækifæri, það er markmið. Og það er akkúrat þannig, við þurfum að standa upp fyrir okkur, standa á því sem við viljum gera og ganga að því vísu. Ekki ég fór í banka vegna þess að, ekki banka, ég fór í banka. Og ég labbaði hérna bæinn í ágúst og byggðasafnið var lokað. Og ég alveg, já ok, en þú veist það er ágúst. Þannig að það er þetta. Þú veist, ef við ætlum að gera hlutina, þá þurfum við að standa við það. Standa á orðan okkar og standa við þeim markmið sem við setjum okkur. Ég get ímyndað með það, ég hef vitna aftur Evu eða Herdísi áðan, Hlédís áðan. Ef við förum ekki alla leið í hlutina, það virkar það ekki. Ef við gefum okkur ekki öll í það, það virkar það ekki. Og það er sama hótel. Ég hef verið hótelstjóri í Reykholti og Húsavík og ég hef barist verið að vera með heilsárshótel og Húsavík og það hefur virkað við samvinnu. Þannig að ég stóð á mér, stóð föst. Það er alltaf mitt svar. Frábært. Já, Ólafur Adolfs heiti ég þarf ekkert svona greið. Nei. Ég er lyfsali hérna á Akranesi. Það verður að taka upp. Það er ekki þú? Já. Þú er það ekki? Nei. Jæja, þá lækkaði mig eina nótu allavega. Ég er semst lyfsali hérna á Akranesi. Yfirskrift þessara pallborðsumræðu átti að vera hvernig getum við atvinnulíf á Akranesi og mér fannst reyndar í því að það hefði átt að feilleitur orðið við. Af því að við erum alltaf hérna saman komin undan til þess að reyna að sjá fyrir okkur með hvað hætti við munum efla atvinnulíf á Akranesi. Við leyfum mér að nota orðið við til dæmis frumkvöðla. Mér finnst vanta svolítið upp á það Akranesi eins og maður upplifir að það sé kúltúr fyrir
frumkvöðlastarfi. Mér finnst að við eigum að undirbyggja til dæmis krakkan okkar á þann hátt að þessi óhræddir við að taka ákvarðanir sem að fela kannski í sér að litla áhættu, og ég ekki tala um svo ofurkur undan, sem felur þá í sér að menn sé ekki hræddir við að gera mistök, að menn fá góða hugmynd til dæmis. Og við höfum auðvitað dæmi það á Akranesi, við höfum dæmi fyrirtæki sem að fara að staka með einhverja ferska hugmynd sem þurfa að berjast fyrir lengi áður en að verður einhver árangur af. Við þurfum að innbyggja þetta svolítið í kúltúrun okkar og við þurfum að fá semst upp fólk sem óhrætt við að leita eftir tækifærum og þegar þau gefast að stökkva þá á og vera svona kannski dálítið þrautsegir líka með að fylgja málunum eftir. Þetta gengur kannski ekki alltaf upp á fyrstu misserum, en við verðum þá að hafa þolinmæði. Hefur ekki einhver tíma á þessu? Já, bara takk fyrir það. Herðu, já, leti ég duga að tala fyrir kvöluna. Gott hjá þér, gott hjá þér. Já, Sævar heiti ég, starfa hjá Símanum. Og mér langar að taka þetta aðeins meiri svona yfirsýn. Við byrjum á að ræða út frá því sem að Ragnar var að minnast á hér í morgun. Þá langar mig að setja það samhengi á þetta að við erum, þar að segja þjóðin, Ísland, við erum í samkeppni við aðrar þjóðir. Og við þurfum að skapa okkur sérstöðu, við þurfum að skapa okkur aðgreiningu til þess að laða að fjárfesta, ferðamenn, fyrirtæki og þessi alþjóðlegi geiri. Það er nú þekkt dæmi það að hver er sérstaða Indlands? Sérstaða Indlands er að þeir hafa mjög ódýrt vinnuafl og því miður þá erum við líka í þeirri stöðu í dag að við höfum ódýrt vinnuafl og við þurfum að snúa þessu við en við þurfum að nýta okkur sérstöðu landsins til þess að ýta undir það að við fáum til okkar atvinnuskapandi greinar og út úr því koma þá greinar sem að, já hvað ég var að segja, sem að svona þjónustugreinar sem að verða til í kringum þetta. Og ef við setjum þetta í samhengi hvað er sérstaða Íslands í dag, þá er það þetta sjávarútvegurinn, það er ferðageirinn, það er rafmagnið sem að stóriðjan er að verða til út úr. Og ef við færum þetta síðan yfir í bæjarfélagið okkar hér á Akranesi, þá verðum við líka að hugsa þetta eins. Við erum líka í samkeppni. Við verðum að hugsa það þannig að við þurfum að draga að okkur fyrirtæki, frumkvöðla og fjárfesta. Þannig að við verðum að vera tilbúin að hugsa þetta eins og við séum svona lítið samfélag sem að vill keppa við aðra. Og út frá því langar mig að minnast á sérstöðu okkar. Við erum með sérstöðu í Grundartangasvæðinu og við erum að ýta undir þá sérstöðu með því að, með þeim hugmyndum sem að til dæmis hafa komið fram hér í dag. Og við eigum sömuleiðis að hugsa þetta út frá svona þáttum eins og hvers vegna er þetta svæði okkar, Akranes og Hvalfjarðarsveit, ekki saman í þessu. Það er réttlætismál fyrir okkur Skagamenn að þetta sé hugsað sem ein heild. Og þannig eigum við að finna leið til þess að lækka okkar kostnað og svo eigum við að fara að keyra á tækifærin. Og þá er ég með mjög margt sem ég langar að nefna, en það er verið að ýta mér að hætta. En ég ætla að nefna sem dæmi sjúkrahúsið. Það er hægt að efla það. Sjávarútveginu, við erum að ýta undir þessi fyrirtæki sem að starfa hér í bænum, Akraborgin, Vignir, HB Granda og við erum líka að ná frumkvöðlunum inn í geirann. Og skólana, við verðum að efla tengingu við skólana, nýta fjölbraut, bifröst, byggja á þessum stærðfræðiárangri sem hafa verið að fara yfir hér áðan og ná þannig að laða til okkar fá fólki sem að hér er hæft í stærðfræði til þess að fara í menntun eins og verkfræði og annað sem að mun nýtast okkur í að keppa ekki bara hér á Akranesi, heldur líka við þjóðir heims. Og já,
ég held að þetta svona mín 2 cent. En þó einn punktur sem ég verð að koma á framfæri, það varðandi frumkvöðlana. Sko, Eva Laufey, þín skilaboð ástríðu, þau verið svo mikilvæg. Við verðum að keyra á það að fólk hér innan, í bænum, virki ástríðuna sem í okkur til þess að ná árangur saman. Já, ég ætla að halda áfram kannski með þetta. Ég heiti Rakel Óskarsdóttir og starfaði hjá bænum í 6 ára og við markaðsmál og mikið við atvinnuráðgjöf og hætti þar og fór með tengdaforeldrum mínum fullt í verslunarrekstur. En samhliða því þá fór ég í háskólann og að læra meira og fór í mastersnám og lauk því og skrifaði svo ritgerð þar sem ég skoðaði grundartakarsvæði sérstaklega og svona nær umhverfi. Og þegar ég var búin að taka viðtöl við öll fyrirtækin og starfsmenn og þeir sem að stjórna, þá var ég bara með stjörnur í augunum. Ég sagði bara, við erum að fá bara 2000 störf, ekki 1000. Þannig að við verum líka að vera opin og horfa til þess að þetta svæði, eins og Sævar talaði áðan, að við eigum líka tilkall þangað. Þetta ekki bara einkamál fárra í litlu sveitarfélagi. En pólitíkin, hún náttúrulega kemur sterkar inn og ég spurði þessi fyrirtæki, eða forsvarsmenn þessara fyrirtækja, myndirðu koma á Skagann eða myndi angi fyrirtæksins koma á Skagann? Það sem þeir töluðu eru samgöngur. Allir. Við höldum að við náttúrulega búum nálægt höfuðborginni, en þeir náttúrulega vilja líka horfa til þess að þessi vegalengd verði stytt enn frekar. Og þá eigum við náttúrulega möguleika á því að hafa svona þrýstihóp þar sem við ýtum á það, við viljum fá þessa Sundabraut. Við græðum á því. Bæði sem íbúar, við getum sótt líka vinnu út fyrir, en við getum líka fengið önnur fyrirtæki til að koma til okkar. Og það sem Óli Linda var að tala um áðan, ég hef búin að heyra þetta líka. Við eigum alveg að fá þessa stóru höfn og slippurinn að fara úr höfuðborginni uppbytti til okkar upp á Grundartanga og við bara græðum á því og hann sagði mér það einmitt framkvæmdastjórinn sem sér slippinn að hann talaði bara veistu hvað eru mörg lítil fyrirtæki sem þjónusta bara svona slipp. Þau vilja öll koma uppbyttir. Þannig að við verðum líka tilbúin til þess að veita þessum fyrirtækjum aðstöðu og líka bara umræðu vettvang. Og ég veit að fyrirtækin í bænum, allavega þetta breyttist mikið, allavega hefur breyst síðastliðin ár, að þessi umræðu vettvangur fyrirtækja, hann fór bara hér og hingað. Við hittust ekki, við ræðum ekki málin og það ekki heldur þessi grundvöllur til þess að bara miðla málum. Hvert upplýsingarstreymið og hvert get ég komið með upplýsingar mínu mális þannig að þú getur grætt á því. Þannig ég held að lykillinn að þessu sé svolítið upplýsingaflæði, bæta samgöngur, samvinna milli sveitarfélaga og þá kannski fara hjólinn meira að snúast. Komið sæl, ég heiti Ólafur Páll Gunnarsson og er Skagamaður og ég endaði mig hér vegna þess að Regína, hún sendi mér SMS daginn og bað mér að hringja í sig og ég hringdi, skildi svo ekkert hvað voru að tala og þá sendu það á rangan mann. En við fórum að ræða saman og svona út frá því þá endaði ég hér vegna þess að ég ólst hérna upp, flutti hérna eiginlega í burtu þegar ég var 18 ára, nú ég 44 ára. En ég búinn að búa utan Akraness lengur heldur en ég var hér, en það búið að svona toga í mig í mörg ára komingi aftur og í rauninni svona kannski meira og mér finnst einhvern veginn svona öðruvísi hljóð í fólki heldur en áður fyrr. Og það svona ýmsum ástæðum sem ég væri til í að kominga. En fyrst langar mig að nefna það sem við fórum að tala um ég og Regína, sem ástæðan fyrir því að ég hér. Og það var það að akkurat þegar ég talaði við hana þá var erfðafshátíðin í gangi og ég var að segja henni frá því að ég var að rúnda bæinn á rafmagnsbíl. Ég er búinn að hafa dellu fyrir rafmagnsbílum ótrúlega lengi og búinn að
eyðileggja mörg partí og kvöldverðarbóð með því að tala um það af miklu ofstæki. Það sé það sem koma skal og það eigum við að gera. Og árið 2006 þá hringdi ég mörg símtöl og talaði við mjög marga og var einhvern veginn að koma því inn hjá eins mörgum ég gat að Ísland yrði svona, það myndi bara taka rafmagnsbílavæðingu með trompi vegna þess að hér erum við allt þetta rafmagn og það er búið að heila þó okkur íbúa heimsins í 100 ár á þann hátt að til þess að við komumst á milli A og B í einhverju svona faratækjum í hjól þá þurfum við að sækja einhvern vökva út til Sádi-Arabíu og sigla með það yfir hafið og dæla hérna út á bíla sem að brenna þessu og menga. En nú ég sem sagt, ég er með þessi á þessum bíl hérna fyrir utan, ef þið viljið sjá hann eftir. Og ég ekki í neinu sérstöku sko, þetta er bíl sem heitir Nissan, en ég ekki í vinnu hjá Nissan, það hefur ekki með það að gera. Þetta er tæknin sem hefur með þetta að gera. Og akkurat rétt áður en Regína hringdi þá hafði ég hringt í gamla bæjarstjórann Gísla og spurt hann svona, hafið þið eitthvað rætt þann möguleika að rafmagnsbílar að þeir fái frítt í göngin. Vegna þess að það sem ég sé bara sem burtfluttur Skagamann sem langar að koma hérna heim, þá myndi það kitla mig mjög mikið ef að ég geti lækkað þennan kostnað eins og hann í dag, ef ég myndi búa hérna og keyra til Reykjavíkur þar sem ég svona vona að ég fá að vinna áfram, eða vera til einhver ríkisútvarp og svona, þá þessi kostnaður samt séu fyrir mér, hann kannski 50-60.000 á mánuði. En með því að vera á svona rafmagnsbíl og ef það væri frítt í göngin þá myndum við ná þessu kostnaði kannski niður í einhverja tölu eins og 5.000 krónur á mánuði. Og þá það orðið mjög svona í rauninni ásættanlegt þó að maður sé ekki í hálauna starfiskilið. En svo það náttúrulega að kaupa þetta. Þannig að það er einn. Ég skora á einhver Skagamenn að reyna einhvern veginn að koma því í gegn að rafmagnsbílar sem eru náttúrulega sem menga ekki neitt til dæmis og það kostar sama ekkert að keyra. Ég held sko, ég hef ekki skoðað alveg ofan í grunninn, en svona rúndur á milli Akraness og Reykjavíkur og tilbaka, hann kostar svona 200 krónur. Og ef það væri frítt í göngin líka þá væri þetta alveg sko stór mál og þetta myndi sem sagt auka líkurnar til dæmis á því að ég myndi flytja hingað upp eftir. Fyrir utan það að húsið sem ég á hluti í Hafnarfirði, sambærilegt hús hér, það kostar helmingi minna. Þannig að sko, ég sko rúndurinn minn í vinnunni á Hafnarfirði og niður í Ríkisútvarp eins og í dag er 20 km á dag og þetta er ekkert svo mikið meira. Og ef ég ætla að skreppa inn til Reykjavíkur á kvöldin til dæmis, þá það, þú veist, það er 30 km rúndur eða 40. Og ég hef upplifað það til dæmis að fara í gegnum heilt sumarfrí og ég hef aldrei farið til Reykjavíkur. Ég hef bara verið í Hafnarfirði og svo hef ég kannski skroppað út á land eða hingað. En þetta er alveg sko, þetta er stór mál og ég ræddi það við hringdi til dæmis í Tryggva Þór Herbertsson árið 2006 þegar hann var ráðgjafi ríkisstjórnarinnar eða eitthvað þvílíkt og ég spurði hvað myndi það spara þjóðinni ef við myndum hætta að setja bensín á bílana, ef við myndum skipta bara all þjóðinni yfir í rafmagnsbíla og hann náttúrulega hló eins og allir aðrir. Þetta var náttúrulega alveg galin hugmynd, en nú sá ég þessa tölum daginn og þetta er einhverjum 50 milljarðar á ári sem þetta myndi spara Íslendingum. En varðandi það var mjög gaman að heyra í Ásbirni hérna áðan og það breytti minni sýn svolítið á tilveruna þegar ég kom á Flateyri í fyrsta sinn, það sem hann er og ég var vel rúmlega 30 þá og þá svona sá ég að það var einhvern veginn allt öðruvísi samfélag heldur ég hafa upplifað hér. En það sem mér finnst vanta hér til þess að draga til dæmis ferðamenn, það á að vera hérna náttúrulega sko besta sjávarrétta veitingahús á landinu og það myndi ég vilja sjá á breiðinni hjá Vitónum og ég fekk þá hugmynd fyrir mörgum árum og það nú, og einmitt á Ísafirði er stórkostlegasta veitingahús í heimi. Þaðan sko koma útlendingarnir út grátandi vegna þess að þeir eru að fá svo góðan fisk að þeir hafa aldrei smakkað hann eins. Svona náttúrulega að sjálfsögðu að vera hér. Svo á að vera hérna náttúrulega fótbolta svona veitingahús líka, eða bar. Alveg að vera búinn. Fyrir gjöðum. En það væri sko, það er ég vil koma inn á svona bar hérna og það myndi örugglega trekkja hópa hérna. Það sem eru svona minjagripir, hluti af því sem er á safni hugsanlega.
þar sem að fólk getur til dæmis komið inn og pantað sér sko 3-faldan Óla Þórðar. Hver veit